Málefni okkar eru frelsi, öryggi, virðing og fjör. Árgangurinn okkar er ekki 3 bekkir, við erum bara í 3 umsjónarhópum. Hætti stofan alveg. Í hverri viku fáum við vikuáætlun eins og þessa. Ef við klárum hana fáum við umbunað tíma á föstudögum. Ef við klárum hana ekki fyrir föstudag þá þurfum við að taka hana heim yfir helgarnar. Við skulum kynna starfsfólkinu í 8. bekk. Ég heiti Margrét Ágadóttir og er deildarstjóri á stíginu. Ég heiti Aldís og ég er umsjónarkennari. Ég heiti Örn Arnarsson og ég er umsjónarkennari. Ég heiti Karítas Ósk og ég er umsjónarkennari. Ég heiti Rósa Björk og ég er stuðningsfulltrúi. Ég heiti Berta og ég er náms- og starfsráðgjafi. Ég heiti Alexandra og ég er stundumvinna. Ég er 5. árs kennarinn minn. Hæ, ég heiti Aldís Rós og ég er tómstunda- og félagsmálafræðingur. Já, komið þið sæl. Ég heiti Áslaug Berta Guttormsdóttir og ég kem hér aðeins að sérkennslu í þessum árgangi. Takk fyrir. Ég heiti Helgi og ég er stuðningsfulltrúi. Þetta er stofan hennar Karítasar. Núna í haust erum við að vinna þemaverkefni mannréttindi úr þessari bók. Við safnum öllum verkefnum í svona úrklippubók. Þetta er stofan hans Edda. Við þurfum að lesa heima 3 sinnum í viku. Í 20 mínútur í hvert skipti. Ég má vera með símann í skólanum en hann verður að vera hún í tösku. Stundum megum við nota símann fyrir námið eða hlusta á tónlist. Aldís, má ég nota símann til að finna svarið við þessu? Að sjálfsögðu. Það er skildi út að vera einu sinni á dag. Þess vegna þarf maður að klæddur eftir veðri. Við erum að mæta vel í skólan, yfir til þín, Eddi. Já, eins og stelpurnar sögðu þá er mætingin mikilvæg og við fylgjumst með henni að sjálfsögðu. Og ef að upp á vantar í mætingu þá fylgjum við ákveðnu ferli. Hér sjáum við dæmi um það en það er hægt að skoða það nánar á grundaskóli.is undir nemendur. Endilega kynnið ykkur þetta vel, þá þarf ekkert að koma óvart ef við höfum samband. Ef við þurfum að fá frí frá íþróttum, Það þurfa að koma með miða að heiman. Við þurfum að koma með hollt og gott næsti, en með engum hnetum. Að lokum viljum við minna á samskiptaforritið Víbök þar sem öll samskipti milli skóla og heimilis fara fram.